Já, ég fór nú ágætlega í þetta American Eagle dæmi, gallabuxna auðlýsing með Sydney Sweeney sem er búin að gera allt vitlaust í Bandaríkjunum og út allan hinn vestrana heim. En staðreyndin er svo að liberal, vinstri sinnaðir demókratar í Bandaríkjunum og lippar eru búin að vera alveg að hárrita sig brjálaðir yfir þessari auðlýsingu af því að þar er að falleg ljóshærð hvít kona sem að þykir mjög offensive í dag. Þeir vilja hafa þetta í einhverju yfirvikt og afskræmt og ljótt til þess að allir geti tengt við þetta. En staðreyndin er svo að American Eagle hlutabréf hafa rokið upp úr öllu valdi og gallabuxurnar rjúka út. Og það er raun og veru sú staðreynd að American Eagle hafi ekki bakkað með þetta, af því að þú veist bara fyrir 3 árum síðan þá þurfti bara 1 dag af svona kvarti og kveini og þá beygðu svona stórfyrirtæki sig niður í döftið og segðu fyrirgefið, þetta var algjört dómgreindarleysi hjá okkur og við drögum þessa auglýsingaherferð tilbaka og eitthvað, þú veist. En sú staðreynd að American Eagle hefur ekki gert neitt slíkt, heldur þeir hafa bara doppúldánað á þetta, segir okkur það að vókið er búið. Það eru skilaboðin sem við erum að fá og það, þú veist, alveg sama hversu margir bláhærðir lippar eru að fríka út á samfélagsmiðlum, American Eagle er bara að telja peningana alla leið í bankann og þeim er drullu sama. Það er allir konum með nóg af þessu. Og þetta segir okkur líka reyndar að öll þessi body positivity hreyfing, líkamsvirðing, sem átti að ganga út á það að vera að lyfta upp alls konar líkömum og það sem þetta í raun og veru var, og við sjáum það skýrt í dag, er að það var verið að aftengja, þú veist, það sem við köllum fegurð, eða þú veist, það var verið að núllstilla, þú veist, að taka fegurð úr sambandi og gera það einhvern veginn ómerkilega, af því að þangað til vókið tók hennan trillta snúning fyrir nokkur ára síðan, þá var það þannig að við upphófum fegurð. Fegurð var eitthvað svona eftirsóknarvert og að vera í góðu formi eða líta vel út, að það var upphafið. En body positivity movement hreyfingin, hún gengur út á það að rífa það allt niður. Og það er það sem fólk er komið ógið af. Og ég bara tók nokkrar klippur sem voru heldur góðar. Við byrjum á henni Megyn Kelly sem er sjónvarpskona. Hún fer aðeins yfir þetta, sjáum hvað hún segir. I think that this ad is resonating for a number of reasons. Yes, of course, she's gorgeous. And just like all models, people will happily pay to look at that. Like there are American Eagle accurately deduced, they would pay her because people would want to look at her and that they would be drawn to their product if they saw this beautiful woman wearing it. They were absolutely right. But I think there's a couple things happening here. Yes, of course, it does say hotness is back. And that's an important moment in 2025. We were sick of ugliness being in. We've been suffering with the elevation of objectively homely people in our modeling ads and our fitness ads for years now, and we're over it. We miss attractive people. That's it. Like we're sick of trying to pretend that these objectively unattractive people are the new beauty standard. They're not. No one ever took to it. They tried to cancel Jordan Peterson for saying things like that. He was right. Like there is an objective standard of beauty, at least insofar as American cultural values go. It has nothing to do with white skin. Whitney Houston was probably one of the most beautiful Americans ever to walk the earth. It's just, you know it when you see it. It tends to involve symmetrical features. It tends to involve thinness or fitness. It tends to involve, in many cases, they say wide set eyes, larger lips, thin nose. There's all sorts of things that people are naturally attracted to. You can have it if you're black. You can have it if you're white, brown, whatever. But here's what I wanted to say. This is the piece that no one's saying, and I think we should say it because it's real and there's nothing wrong with it. We're sick and fucking tired of the nonsense where you are not allowed to ever celebrate someone who is white and blonde and blue-eyed. That we have to walk into a room apologetic for those things, or we have for the past 5 years. And in a way, this ad is the final declaration
that we're done doing that shit. It doesn't mean we're better, but you know what? We're no worse than any other race or any other hair color or eye color. And we're fucking sick of being told that we are by having all of our representation, to use the left's terms, removed from television shows and movies and historical plot lines that involve people who do look like us, but suddenly we've been deemed too offensive to remain white like Anne Boleyn. Ok, þetta er komið gott. Þetta er raun og veru bara, þú veist, þetta er frábært sem hún segir, allt hár rétt hjá henni og það er annað í sem þetta er búið að vera að tala um American Eagle auglýsingin sé sko rasísk sko, sé svart fólk þetta sé útilokandi fyrir svart fólk að hafa bláeygða ljósharða konu sem er náttúrulega bara algjör della og vera að tala um að þeir eru að leika sér með þennan orðaleik með genin, þú veist, genes að það sé eitthvað svona nasista stefna en sko góð gen er ekki bara bundin hvítt fólk, þú veist, eins og hún nefndi þetta Whitney Houston blessuð sé minning hennar, hún reyndar fór alveg á haugana svo ágæta kona. Já, hún var fyrir hvítastafið en hún var gríðarlega góð gen og minna, ok, segjum bara Michael Jordan, ætlar einhver að segja mér að hann sé ekki með góð gen eða? Nei. Eða íþróttamenn á borð við hann, sko, sem eru ótal margir, þú veist. Það er enginn sem segir að það er ekki hægt að segja að tala góð gen sé eitthvað einhver white supremacist stefna, sko. Já, sko, máli er að öll hinn reysin, ef þetta hefði verið einhver annar reys að segja þetta, þá hefði þetta verið non-issue. Fattar mig? Ef þetta hefði verið svört kona að segja, þú veist, bara eitthvað, has good genes, eða indversk kona, eða asísk, skilur, þá hefði þetta verið bara, yeah, fuck yeah, maður, þetta verið spikfeit gælla að segja þetta. Þá hefði þetta verið bara, wow, þetta er spikfeit, ljósærð, bláæð, þá hefði þetta verið lagi. Þá er það ekki nefnt rasisma, þá er að segja, já, það er gott að vera feit, það er bara góð gen líka. Það make a sense, þú veist. En það er eins og hún segir, að fólk er bara komið algjörlega að nóga þessu, að það sé einhvern veginn verið að segja okkur hvað okkur eigi að finnast aðlaðandi og ekki aðlaðandi. Það er bara búið spil. Og svo var ég með frá bandarísku sjónvarpsstöðinni Newsmax. Þetta er einn besta greiningin á þessu hafar í öllu saman. Skulum hlusta hvað hann, man ekki hvað hann heitir þessi sjónvarpsmaður á Newsmax, en hann fer yfir þetta með mjög, bara brilliant hætti. Tremendous ad. Those jeans, by the way, are completely sold out. You can't even buy them right now at American Eagle stores, meaning the ad was a complete success, was the mission for the ad. American Eagle stock is up 11% today, and the left can't stand this. And they can't stand it for one simple reason. Not only is Sydney Sweeney white, she also happens to be beautiful. And they can't stand commercials with white women that might actually get people to buy the product they're selling. In the ad, Sydney Sweeney, as you just heard, says that she has good genes, which clearly she does. But that triggered so many liberals across the country who'd look exactly like you would expect them to look, by the way. Because so many people on the left would rather see Dylan Mulvaney on magazine covers. Dylan Mulvaney, who's a guy pretending to be a girl. Or a woman like this in a Calvin Klein ad. That's great. That's going to get me to buy that. Or plus-size women on the cover of the Sports Illustrated Swimsuit Edition. And you better not call them obese. These are plus-size models. Or what about Glamour magazine featuring a pregnant guy on the cover, even though no man in human history has ever gotten pregnant? But what so many Democrats out there don't seem to realize is that the culture is changing. Cancel culture ended on the day that Donald Trump won the election. And the same people that can't seem to understand why CBS would make a smart business decision and cancel Stephen Colbert's show, which was losing $40 million a year. I promise you, if this show was losing $40 million a year, I would get a call into Chris Ruddy's office and I would not have a show the next day. They might love me. They might adore me. But if you're losing $40 million a year, guess what? That's a bad business decision. And these same people can't seem to understand why a company
that's trying to sell jeans would put out an ad like this with somebody in the ad who might actually help them sell those jeans? It doesn't make sense to the left, which is why the left continues to lose everything. Everything. Politically, culturally, socially, everything. The left would rather put obese women on the cover of the swimsuit edition, or a trans man, or a pregnant guy, or a plus-size model, or whatever. The good news, the pendulum is finally swinging back toward common sense. Don Draper would be proud right now, and that is something that should be celebrated. Nákvæmlega. Þetta ótrúlega merkilegt sko, bara gallabuxna auglýsing skulle vera að valda svona miklum strömmkvörfum og segja okkur svo rosa mikið tíðarandan og menninguna að þetta alveg algjör bylting sem eiga sér stað, andbylting gegn þessu rugli sem búið að ganga yfir okkur núna síðastliðnum árum. Og það auðvitað, ekki það eru til manneskjur sem hafa allan tíman verið að tala gegn vókinu og ég get rétt ímynda mér, ég veit svo sem alveg hvernig þeim líður í dag. Okkur líður mjög vel. Já, okkur líður mjög vel, takk fyrir. En þú veist, vá hvað þetta mikil sprengja. Og ég var síðan með Kate Hopkins, bresk sjónvarpskona sem gerði smá svona grín á Instagraminu sínu sem frábært líka. Við skulum heyra það. Need to be on adverts for. What have white people ever done for us? It's just so racist, obviously, to put about jeans. I mean, at this point, American Eagle might as well be Hitler, because why are we celebrating white people? White people shouldn't really be in anything. And then also this whole sort of skinny, big boobs supposed to be attractive thing. I mean, women like me, blokes never ever found us attractive anyway, so what we did was pretended to be lesbians and made ourselves more unattractive, like just kept eating until we got this mega gunt. And gunts were everywhere for a while. Like, I could have been on the front page of anything Victoria's Secret. So, like, to put a hot woman there, what's that about? Like, fuck the patriarchy. Because that's all that Sydney Sweeney's doing, is complying to the male version of what a world should look like. And also, fuck Donald Trump, and also, free Palestine. Yeah. Just pissed off. Svo líka hann Keylor Betts með næsta link, hann líka góður með smá grín á þetta líka. Guys, PSA, okay, we have to boycott American Eagle, okay, if you haven't heard of this yet, brace yourself, okay, this is a trigger warning, you're not gonna believe it. So, they had Sydney Sweeney in one of their ads, okay, and if you don't know Sydney, she's a white girl, okay, I know girl, trust me, okay, we're gonna have to take all the deep breaths today, okay. This is worse than the Terry situation, okay? I said it, okay? Now, if you don't know Sydney, she's this beautiful, thin, and straight, like normal, like beautiful girl. Okay, did I mention she's white? Like, how is this legal? Like, there's no wheelchair, there's no pronouns, there's no excess body fat except for her boobs, which are perfect, by the way. There's no disabilities or anything. She's not even trans or a person of color. She's just like this normal white human. It's disgusting, my friends, okay? So look, I need you all to go out today in protest and buy some non-fascist, non-Nazi, non-racist jeans, okay? Just like I did, okay? Nothing in a small waist, okay? Supersize that shit, okay? Mine are from Valou Village, okay? Valou Village, okay? Now, don't I just look like an ugly fucking slob? Yeah, well, that's how beauty's supposed to be, American Eagle, okay? So call me when you want to be inclusive. Okay, how do you like these jeans, sweetie? Huh? How do you like them now? Huh? Þessi myndbönd að fá milljónir áhorfa og þúsundir læka og en vinstra bóklið líka að reyna að búa til sniðug myndbönd. Þú maður sjá næsta sko, það eitt slíkt. You want to go to American Eagle? Oh, I can't go in there because I'm black. Sem einhvern veginn svo algjörlega glatað, eins og ég sagði áðan, þetta hefur ekkert What? Já, þetta svo fáránlegt, þessi American Eagle auglýsing á að vera svo, hún ekki nógu inclusive fyrir svarta sko, því að það hvít kona. Má ekki hafa hvíta konu því að þá ertu bara að útiloka alla svarta. Þú veist, þetta crazy hugsunarháttur. Eins og ég sagði áðan, góð gen hafa ekkert með litarhaft fólks að gera. Og næst sjáum við sko American Eagle auglýsinguna sem að liberal liði vildi
þetta er það sem við höfum verið að sjá á undanförnum árum. Það er einhvern svona ruglherferðir þar sem að okkur er gert að svona láta eins og okkur þykir, já, þetta er rosalega fallegt, sko. Þarna eru það bara það manneskju sem er í lífshættulegri yfirþyngd. Þessi kona sko lappar í 8 myndavelinu og kemur svona they them has good genes. Já, einmitt, nákvæmlega. Og að lokum þá var einhver Pilates kennari sem ætlaði heldur betur að láta American Eagle heyra það í þessu stuttabróti. If anyone from American Eagle who was involved in the creation of Sydney Sweeney's most recent advertisement booked into my Pilates class, I would give them the hardest exercise class that I was capable of doing on the lightest possible spring load with 0 breath cues. And I would make it the toughest exercise class that they'd ever experienced in their lives. If anyone from American... Já. Þetta svo súrt að þú veist að ef ykkur væri að gera, þetta væri ykkur grínisti, þá þetta bara svona, þetta of mikið, skilur við. Þetta alvörunni manneskja. Þetta alvöru manneskja og það svona fólk, þetta fólk það réði öllu bara með harðari hendi hér fyrir bara örfáum árum síðan. Ég held sko að það sé, eða þú veist, ég bara veit að þú veist, whether you like him or not, og I like him, að Elon Musk að kaupa Twitter sé rosalega stór partur af þessu. Algjörlega, 100%. Raddirna sem heyrðust bara þar voru þessar raddir. Skilur við? Þeir sem voru svona eðlilegum, conservative thinking, svona rational skynsemisraddir voru bara kæfðar niður og fengu ekki neitt pláss á Twitter gamla, og það bara eins og þú segir, það er ekki hægt að meta það, eins og ég hef oft sagt, maður skildi enga veginn, Elon Musk, hann þurfti að kassa út einhver hlutabréf í Tesla og kreista út bara af því að hann borgaði sko himinhátt verð fyrir Twitter, og maður hugsaði, hvað er hann að pæla að kaupa þennan viðbjóðslega miðil? En það var þetta var bara frábært thinking hjá honum, sko, að hann sá það fyrir sér, hann ætlaði að bjarga málfrelsinu og bjarga umræðinni sem hann hefur svo sannarlega, held ég, haft rosalega mikil áhrif á. En eins og ég segi, American Eagle auglýsingin, við tókum þetta fyrir í síðasta þætti, en það var bara umtalið þetta var ekki orðið svona mikið og ég var bara að fara aðeins dýpra í þetta því að þetta segir alveg ótrúlega mikið. Þetta skiptir rosalega miklu máli að þetta sé að gerast. Og eins og maður eru oft pælt í, sko, ef að Donald Trump myndi fara frá, sko, hvort að Woke myndi bara aftur ná vopnum sínum og taka yfir á ný, ég held ekki. Ég held að það sé orðin, sko, alger svona sea change stefnubreiting. Og ég vona það allavega. Kæru vinir, takk fyrir að horfa á stuttbrot úr Harmageddon. Við minnum á, það kostar ekkert að brosa og það kostar heldur ekkert að subscribe hérna á YouTube-rásun okkar. En ef þú vilt sjá þáttinn í fullri lengd, þá ferðu inn á broadcast.is og nærðir í áskrift. Takk fyrir.